Já, við erum að halda áfram með verkefni 3A. Það að, að tengja upp rofa og viðnám og láta það virka inn á ljósadíóðu sem inn á borðinu. Það sem Arduino búnaðurinn og örgjörurinn hérna og ljósdíóðan sé líklega tengd pinna 13 ef ég man rétt. Það bara komið ljós hvort að það málið. En við tengdum upp síðast þessa mynd hérna og það sem við ætlum að gera núna, það að breyta henni yfir í svona skematíska mynd með fritzing. Og þá förum við í það. Þetta myndin, bara aðeins öðruvísi séð hérna hvernig við tengjum vírana, aðeins öðruvísi form á því. Og til þess að fá það form fram, þá heldur maður Ctrl niðri og tekur í vírinn. Þá fær maður svona afleiðandi form á vírinn, tengingarnar. Og þá bara að prófa hvað gerist ef ég smelli hérna á schematic. Þá ætti ég að fá Arduino borðið og viðnámið og allt þetta langt hérna í burtu. Þá ég að fara út hérna og reyna að ná í þetta hér. Þetta virðist vera í sambandi hérna. Nú bara spurning hvernig best fyrir mig að ná þessu. Þetta mjög smátt og við erum með tengingu hérna inn á að sjá hvort ég get ekki snúið þessum hérna með því að ýta á Ctrl og R. Sjá hvort að það lagast ekki einhverju leyti svona. Ef ég hef rofan svona, þá get ég og svo get ég hérna farið aftur og stækkað aftur upp. Þá sé ég að þetta virðist hafa haldist í sambandi en ég þarf að raða þessu betur upp. Svo hér, þetta samtengt hérna og fer út í pinna. Já, það getur verið að velta þessu við og jafnvel betra að hafa rofan og viðnámið alveg hinum megin við rásina. Þannig að sjá hvort ég get komist þangað með allt þetta. Að færa, getum við, taka því burtu hérna, færa rofan alveg hinum megin og ég ætla að færa viðnámið líka alveg hinum megin. Og þá virðist þetta ganga hjá mér að koma þessu fyrir svona. Og þá þarf ég bara að laga aðeins línurnar. Þá fer ég á viðkomandi línu og þá fær hún ákveðinn lit svona og síðan ætla ég að laga aðeins hvernig þetta lítur út, tengist svona og það að rofan aðeins hérna og svo að þetta tengist ekki við fleiri innganga. Þá setjum þetta svona og svo bara rofinn, hann kannski að tengjast við einhvern inngang hérna líka. Þannig að það vissar að beygja vírinn hérna svolítið frá. Og hérna ég þá komið með svona skematíska mynd af rásinni. Og út frá þessari mynd væri þess svona hægt bara að því að þetta fritzing forrit býður upp á það að reyna að útbúa prentplötu. Og ef ég smelli hérna á PCB, Printed Circuit Board hérna, þá ég komið með hérna, hér viðnámið, hér rofinn. Það reyna að færa þetta aðeins hérna til svo að
að þetta er spurning hvort ég ætti ekki að fara hér með þetta viðnám í flip. Við ekki hægt að fara í flip hérna. Bara hægt að fara í rotate. Ok, þá ætlum ég að rotate counterclockwise og aftur rotate counterclockwise. Þá ég komið með þetta svona og þá myndi ég útbúa línur þannig að ég þarf kannski að þetta er allt í lagi. Hérna er rofi og hérna er viðnám. Og ég ætla bara að laga núna línurnar eða að fá sem sagt núna ætti ég að fá hérna línur einhvern veginn hérna svona. Ef ég fer hér nær þá ætti þetta að koma svona og gera svona lína hér og svo til jarðar hérna tengist viðnámið og rofinn hann er hérna og ég ætla að hérna merkja þessa línu hérna og að lokum þá er lína hérna frá rofanum hér yfir í 5 volta tenginguna hér svo að þá eru allar línar fyrir prentrásuna komnar. Þetta er svona möguleiki sem að þið getuð haft ef að þið vilduð búa til prentplötu af einhverri rás sem að þið verða með. Sjá hvort ég get ekki fært þetta allt saman inn á prentplötuna. Sjá það ekki víst. Sjá, það er þetta inn á borðið. Ok, ef ég vel það með þessu, nei, ég get, með því að halda kontroll niðri, þá getur maður valið þessa íhluti hérna og fært þá saman til hérna. Svona. Þá er allt saman komið inn á þessa skilgreindu prentplötu hérna. Ok. R1. Það var hægt að laga það. Flip vertical, það ekki? Jú, hérna. Já. Flip horizontal. Þá er komið með R1 hérna, merkt hér. Og S1, já, auðvitað það kannski þarf að vera svona spegilmynd. Ok. Já, þetta er allt saman spegilmynd hérna. Ok, já, þegar ég færði línunar þá fór allt saman með, svo að ég þarf aðeins að laga þetta hérna. Það verið haldast sem maður gerði í upphafi. En allavega þetta hélst allt saman í sambandi og virtist ganga upp. Svona. Þá erum við komin með það sem við getum gert í þessu og helst að nota sem sagt fritzing við, það er að útbúa skematíska mynd og hérna og prentplötu. Nú, þessa skematísku mynd ætlum við svo bara að fá yfir í verkefnið okkar, taka það bara með snipping tool. Já, býtum við, ætla að stækka bara upp svona. Færa þetta hér, svo að ég nái allri myndinni. Og náðu því bara með snipping tool. Svona. Hér höfum við alla myndina. Og smellum á copy hér og förum hér í Word-skjalið og límum þessa mynd hérna til. Hérna var ég búinn að gera eina mynd áður. Þessi verður dálítið stór. Og svona sjá. Já, hún kemur hérna fyrir aftan. Ég ætla að prófa að setja hana in front of. Þá færist textinn og þá get ég haft þetta svona, haft þetta vinstra megin og haft þetta hérna hægra megin. Þannig að þetta er bara mjög svipað. Rofinn var hérna ofan á myndinni hinni en þetta er allt mjög svipað í útfærslu. Og það sem við þurfum síðan að gera
það að opna Arduino forritið, Arduino IDE sem sagt, forrit til að setja inn kóða og þá skoðum við hérna innuna, þar sem við erum með undir efni, það hérna forrit, það kaflinn hérna undir forrit, þar höfum við sem sagt Arduino fyrir PC annars vegar og hins vegar Arduino fyrir Mac. Og þegar við veljum hérna Arduino fyrir PC, þá ættum við að fá upp þessa síðu hérna, já. Það sem að við smellum síðan á hérna free download og þá ættum við að fá svona hérna niðri í horninu eins og við sjáum hér, Arduino 1.8, þetta númerið á forritinu, 1.8 fyrir Windows. Og þetta greinilega annað skipti sem ég búinn að hlaða þessu niður hérna og síðan tvísmellið bara á þessa skrá eða farið hérna yfir í show in folder og þá farið þið hérna yfir í downloads og tvísmellið á þessa skrá hérna og setja henni í gang til þess að keyra upp og hérna installa forritinu. Þið kannski gerið það snöggvast, ég eftir að gera það og þegar það búið þá ræsum við forritið og tökum inn hérna þennan kóða svona copy og ég ætla að fara hérna á skjáborðið hjá mér. Nei, það kemur ekki hér. Skulum sjá. Það mikka hérna, mikið niður hérna já. Og opnaði ég forritið. Þegar þið setjið upp forritið, endilega reyna að taka með alla dræfera sem boðið upp á svo að hérna þið getið sett það inn ef þið fáið einhvern nota frá einhverjum öðrum framleiðendum, þá gott að vera komið með alla dræfera sem svona eru algengastir. Og þegar við setjum þetta forrit inn, eða kóðan inn hérna sem var hérna í verkefninu, þá hreinsum við þetta út fyrst. Veljum þetta allt saman og ítum á delete. Hér semst uppbygging á svona alveg bare minimum eins og þið kalla þetta, bara hvernig maður byrjar að setja upp forritið og hérna setjum við þá kóðan inn og vonandi gengur þetta, þá byrjar maður alltaf á því að kanna hvort að kóðinn sé í lagi og smellir maður hérna á verify, það lengst til vinstri hérna uppi. Aðeins að vinka þetta svona niður, spurning hvort það hægt að stækka þetta eitthvað upp. Svolítið smátt finnst mér, en við skulum sjá hvort það gengur ekki. Hérna sem sagt, ef við farið með músina hérna yfir, þá sjáum við að það kemur hérna verify, það lengst til hægri. Smellum á verify og þá býr hún til sem sagt einhverja skrá sem fyrir, setjum dagsetninguna 10. nóvember og þetta fer bara inn í Arduino skrár eða keyrsluskrár eða forrit, notendaforrit. Og hún að keyra í gegnum þetta, hún farið sem sagt compiling sketch og þá kemur í ljós hérna hvort það einhver villa í þessu eða ekki. Að hér bara sagt hvað þetta sketch nota marga bita og hérna og hvað hámarkið og hvernig variable hvað mikið pláss sem notað og hvað mikið pláss eftir og svo framvegis. Svo að þetta virðist hafa tekist, það engin villumelding hér
Þannig að þetta verður vera í góðu lagi. Og það sem að ég geti gert, það væri bara að tengja hérna inn á bretti hjá mér og sem sagt fara í upload hérna og prófað hvort það virkar. Svo að hérna, það svo seinna þá förum við að skoða betur uppbygginguna á þessu og skoðum verkefnið sjálft líka, að þá erum við með ýmsar spurningar hérna aðeins neðar sem að við skulum spá í. Aðeins að leyfa ykkur að reyna að svara þessum spurningum, bara smá stund. Jæja, við ætlum að fara yfir þessar spurningar. Sem sagt, hvernig er inngangur skilgreindur hérna í þessum kóða? Hér er fyrst svona lýsing á þessu og síðan er hérna, segir hér key pin númer 12. Hérna er sem sagt að það er pinni 12 er skilgreindur hérna sem hérna pinni fyrir rofan. Sem sagt key, það er sennilega rofinn, key pin. Og síðan LED pin, hann er númer 13, hann er skilgreindur svona. Og þetta er sem sagt kallaði konstantar. Og það er svona stytting hérna, const. Og í rauninni sem sagt, já, yfirleitt stendur int fyrir sem sagt integer eða heiltölu einhvers konar. En hvort að það tengist númerinu hérna, gæti verið. Ég er ekki alveg með þá skýringu. En svona er þessir inngangar skilgreindir sem við erum með hér. Og þeir eru þá líka hérna, það er sagt hér hvers konar hérna hvers konar, já, hvað þeir eru, hvort þeir eru inngangar eða útgangar. Hér það er rauninni sýnt hér, pin mode. Það er verið að skilgreina hérna að key pin er svolítið inngangur og með pin mode skilbúninni og pin mode aftur hérna að LED pin, sem sagt, hann er útgangur. En númerin eru sem sagt fyrst skilgreind hér. Ok, og við setjum þá ekki bara þetta hérna svona, hvernig eru inngangar
hvernig inngangur skilgreindur. Bara setjum hérna, þetta var ekki alveg, það var ekki allt sem átti að koma hér. Það var þetta hérna. Þau má segja í tvennu lagi, það er þetta hér. Hvernig skemmist þetta allt saman uppsetningin á síðan. Ég get reynt að setja hér. En þetta átti að koma einhvern tíma seinna. Svona, það gekk. Þannig að það er sagt þarna við hvaða pinna þeir tengjast svona og síðan hvor inngangur og hvor útgangur, það er þá gert undir þegar við erum komin hérna í setupið. Setup hlutana af forritinu. Og þetta fyrst skilgreiningar og setup og síðan kemur loop þar sem forriti keyrir alltaf hring eftir hring. En við náum í þetta svona og hér höfum við þá skilgreiningu á þessu hér. Svona. Já. Þá má segja að þetta sé eiginlega svarið við þessu hérna. Þeir eru skilgreindir með þessum hætti hérna. Síðan að hvaða inngangur eða hvaða inngangsnúmer notað fyrir rofan. Það náttúrulega hérna í textanum. Við sjáum hérna að það númer 12, key pin hérna. Þá segir við bara hérna númer 12. Og hvaða nafn fær hann? Já, hann fær nafnið key pin. Það er lítið. Og hvernig útgangurinn skilgreindur, það er gert svona með pin mode outputs. Það er þetta hérna. Og hvaða nafn fær útgangurinn? Hann fær hann fær nafnið LED pin. Svona, þetta var þetta fyrsta verkefni og uppbyggingu kóðans og hvernig inngangurinn og útgangurinn skilgreindur hérna í þessum kóða og þannig að í byrjun þá bara skilgreindir hérna konstantar, síðan setup hlutinn og þá sagt hvað inngangur og hvað útgangur og síðan kemur skrái eða þá hluti sem að endurtaka sig aftur og aftur, loop, kalla það að forritið að keyra í loopu og þá það þessi hluti hérna, loopan, að það fyrsta hérna í þessari lúpu þessi if skipun og ef þessi
pinni er hár, þá á að sem sagt, skrifa út hátt gildi út á LED-pinnan með Digital Write skipuninni og þá fer ljóstíðan á hátt gildi, þá kviknar á ljóstíðinni. Annars, þá ef það er ekki ýtt á rofan, þá er bara skrifað hérna Digital Write lágt gildi út á LED-pinnan og þá er bara útgangurinn með lágt gildi. Og síðan sem sagt keyrir hún aftur hingað upp og skoðar í hvaða stöðu er inngangurinn. Það er svona gerist þetta koll af kolli. Ok, þannig að ég ætla að hafa þessi svör hérna og svo höldum við áfram með verkefni.
Ok, þá höldum við áfram í seinni hlutan af þessu. Við ætlum að setja inn í FreeSync-forritið en svolítið fleiri tengingar. En þá opnum við bara FreeSync og bara segjum nýtt verkefni, New. Og við þurfum að finna þá íhluti sem við þurfum í þetta. Og skulum sjá. Nú hér erum við þá með nokkrar ljósdióður. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stykki. Og við erum með nokkuð vinnum. 2, 4, 6, 8. Ok. Þá bara að bæta við kannski fyrst þessari Arduino stýringu til að byrja með. Færa þetta aðeins ofar og þá Arduino. Fáum við Arduino Uno og setjum inn á. Og síðan það viðnáminn, þá förum við aftur yfir í Core og mér sýnist þetta að vera 220 ohma mótstöður sem að passa akkurat fyrir þetta og við setjum það yfir skurðinn sem sagt Ég snýði þessu með því að ýta á Ctrl R, það líka eins og þið þekkið að þetta fara í Rotate 90 gráður og þá, já, til þess að hafa þetta nákvæmlega eins og á myndinni, það skiptir ekki máli náttúrulega. Ég bara að hafa þetta. Geturðu stækkað eins skjáinn með það sem þú ert að gera? Já, svona. Ok. Takk. Já. Svona. Og þá er ég að fara bara yfir skurðinn sem í miðjunni og er að tengja milli þessara skinna með viðnáminu. Og ég ætla bara að segja copy og síðan paste og setja, ok, þá kemur það hér. Þá get ég farið á næstu og það eru hvað? Það eru 2 tengingar á milli kannski sleppur. Það kemur alltaf hér, ok. 2 tengingar á milli, það nóg? Já, virðist vera. Býtu, það meira. Nei, það verðist bara þetta svona. Og þetta voru 8 stykki. Þetta verður náttúrulega svolítið erfitt að setja upp í skematísku myndinni. En þá væri líka möguleiki hreinlega bara að fara í skematísku myndinu og tengja það þar fyrst. En við skulum sjá. Maður getur í rauninni prófa að sjá áfram með það. Byrjum 2, 4, 6, 8. Við erum komin með nógu mikið. Og þá eru það ljóstíðarnar. Hvar finnum við ljóstíðarnar? Ok, hérna stendur output, hérna red. Hérna ljóstíður, þannig að ég ætla að prófa að draga þessa ljóstíðu inn á og tengja hana svona. Og við erum alltaf þá að tengja annan endan á ljóstíðinni niður í mínus. Og við verum ég held að þetta eigi að vera rétt pólað. Þannig að ef við drögum þetta þetta er alveg jafn langir. Þannig að, ok, annað, já, næsta ljóstíða er hér. Síðan kemur, já, þetta er ekki alveg nákvæmlega eins og ég var með þetta, það er þetta eins. Og síðan kemur aftur rauð út á endanum, svona. Og síðasta rauða er,
svona. 1, 2, 2 á milli hérna. Og þá kemur hún hér, sýnst mér. Það er ekki málið. Jú, það segja. Síðan eru einhverjir aðri litir, nú þurfum að finna út á því. Hvernig getum við breytt því? Nú kem ég hérna með eina ljósdíóðu hérna út fyrir og hér stendur color red. Ef við förum hérna í það, þá já, sem sagt, ef við smellum á öruna hérna niður, þá kemur einhver listi, orange, og við höfum hérna yellow og við höfum bara að prófa okkur á að sjá hvaða litur kemur á þetta. Ef við nægum þetta efstu, já, svona líkleg hérna, verið í góðum málum með hana og aðra slíka, já, það er sennilega hvert skipti að velja hana. Yellow, svona. Og þá fæ ég þetta hingað. Síðan kemur græn ljósdíóða. Erum þetta hér og vel þá græna. Hérna er grín, hvernig með þessa efstu? Já, það getur svo alveg passað. Skoða hvað annað við höfum hérna. Það eru 4 eða 5 mismunandi grænar. Skrítið. Þetta er dekkri. Það er allt í lagi að hafa þessa ljósari. Ok, það hefur þetta svona. Kannski get ég tekið bara afrita þessari. Og, já, það var hægt. Copy-paste af þessari. Þegar ég kom með rétta litin. Þetta var uppröðunin á íhlutunum. Og nú er bara að tengja þetta. Þess að mínusinn, hann ætti að fara í ground. Og til þess að tengja hann hérna í jörð, þá hérna hef ég línu hérna svolítið útfærir. Svona. Og ég ætla að ýta á control til þess að fá svona aðeins sveigju í þetta og já. Fæ hérna línu út frá þessu og svona, þetta er lagi. En ég ætla að breyta litnum í svartan. Það er color black. Ok. Og þá er þessi lína hérna, það er mínusinn. Og þá tengjum við mínusinn á allar ljósdíóðnar. Ekki gott að hafa þetta hérna eitthvað út fyrir. Ekki. Svona. Og þetta getur verið bara beint yfir. Eins með þetta. Og svo er ég með hérna línu frá brettinu. Kannski ég ætti að hafa aðeins meira pláss hérna. En þetta kemur allavega með.
fylgir með og þá línur yfir í viðkomandi viðnám frá útgangi og fyrsti útgangur hvað, ætli það sé ekki 13, sýnst það. Já, jú, ok. Það gerist eitthvað hérna. Þá fáum við það hér. Já, ég veit ekki. Það kannski ekki sniðugt að vera með þetta svona. Betur að hafa þetta. Jæja, ok, ég allavega búinn að beygja þetta aðeins til. Svona. Og ég ætla að hafa þetta blátt. Svona. Og þá 12 yfir á næstu og svo koll á kolli. Geturðu nennir að stækka þetta eins? Stækka það meira, ok. Ertu að skoða þetta í símanum? Nei, ég að skoða þetta í tölvunni. Þetta samt svolítið smátt að því ég með bara helmingnum af skjánum. Já, ég skil. Býttu nú við. Já. Bara skrollar inn. Já. Þú ert þá aðalega að meina upp á að sjáu kannski... Bara sjáu hérna Arduinoinn og brettið. Já, í rauninni þetta hérna. Þetta ekki málið? Þetta málið. Svona, ok. Akkurat málið svona. Ok. Hvað ertu með viðnáminn stór? 220 ohm. Það bara þau koma þannig, það bara fyrst, það hérna, ef þú smellir á það, þá þarfst ekki að breyta því, sko. Af því að það bara nú þegar 220 ohm. Sjálfgefið. Þá tengjum við það hér og hér. Það þýðir eitthvað að ef maður byrjaður með þessu þá hérna þá að ýta á Ctrl, eða ekki alveg strax. Ef maður vill hafa þetta allt saman aflíðandi þá maður að ýta á Ctrl. Ok, og svo það 8, já. Og 7 hérna. Þetta. 7 yfir þetta hérna. Svo ýta á Ctrl. Þá get ég reynt að segja aðeins frá. Og síðan kemur 6 hérna inn á síðasta. Það byrjum við. Svona. Það fer hérna aðeins yfir þennan síðasta en þetta verður, þetta verður þá eitthvað farið skrítilega hérna í myndinni. Það hefur orðið einhver breyting á þessu. En allavega að þá ættum við að tengja þetta svona. Bara aðeins að skoða hérna kóðan og hvaða pinnar eru hvað. Constant lowest pin 2. En constant highest pin 9. Tengi þetta allt saman á vitlausum stað. Ef ég byrja á 2, 3, þá þetta 8 stykki. Já, þá myndi það enda á 9.
Já, það myndi enda á 9. Þannig að til þess að þetta myndi virka hjá mér, þá þyrfti ég að laga tengingarnar á þessu. Við sjáum þarna í kóðanum að það er gert ráð fyrir pinna 2 til pinna 9. Já, þannig að ég fór bara beint eftir myndinni en í rauninni þá get ég fært þetta hérna til. Það er bara góða við þessu. Veitum við, næði þið ekki. 3, já það byrjaði á 2. Já, hvernig næði þið ekki? Já, þá verð ég bara að gera hann aftur. Já, byrjaði á 2. Og það sem að ég klikkaði á. Já. Sjá, 2 hérna. Út í þennan. Svona. Þessu svona. Og þessi hérna átti að fara á 3. Ok, tekur hann sambandi fyrst og svo fer ég hérna í. Þetta gengur betur svona. Svona. Tekur hún sambandi, sleppur hún þarna, fer svo aftur með hann í fjarkan hérna. Já, þetta verður stöðulegi. Með þetta úr sambandi, hann beigist sjálfur bara. Svona. Tekur hann sambandi, fær hann hérna. Þá er bara spurning hvort þetta nær allt saman. Það er betra að ég sleppi honum hérna fyrst. Það er erfitt að tengja hann svona. Og þá ger ég smá sveigja á hann hérna. Tengi þennan úr sambandi og fer með hann hérna í punkt 8 og síðasti er þá eftir aðeins að sveigja hann hérna frá svo hann lendir ekki ofan í. Teka hérna frá, sleppa honum og færa hann yfir á pinna 9. Þetta er síðasti. Svolítið hlykkjóttur þessi, þannig ég get prófað að fara bara aftur með hann yfir á viðnámið hérna. Svona. Og þá get ég fært hann aðeins í þá Ctrl og þá er hann ekki lengur fyrir. Hérna. Svona átti þetta að vera, frá 2 og upp í 9. Við sjá, er það ekki allt annað í lagi? Jú, við sýnum það. Já, svona, þá er bara spurningum að þið getið að leiðrétta þetta. Og Í hvað tengdur svartavírinn? Er það bara í ground? já, í ground, já. Það er bara að fara aðeins þá út úr þessu hérna, við skulum sjá, svona. Já, ég færi þetta hér, svona. Sjáðu, það er ground hérna fyrir neðan. Það er til líka ground hérna. Okay. En þetta er þá rásinn svona.
og þá var meiningin að reyna að búa til skematíska mynd. Þá, ég veit ekki hvort ég má fara út úr þessu hérna, en ég segi bara hérna file save as, ég bara vist þetta hérna snöggvast og ég segi bara, já hún byrjast að vera mjög hæg, tölvan. Untitled sketch 3, þá þetta 3A seinni rás. Save eða save. Þá já, það getur verið af því að hérna þetta hér forritið líka inni. Og hérna, það kannski best að sleppa á því bara. Þess að minnka hættu á að þetta krassi. Ég ætla að skella mér yfir í skematísku myndina. Og hún nú ekkert sérstaklega góð, þannig að Lögum við hann ekki bara í næsta tíma eða? jú, ég held það. Já, tíminn alveg búinn. Þannig að þá vitið þið hvernig þetta á að gerast, sko. Þið eru með fullt af viðnámum hérna sem komið í eitt viðnám hér. Og það bara að reyna að púsla því saman, þannig að komi skematísk mynd. Þannig að þetta lítur út þá svona. Þannig að þið sjáið, það er hægt að útbúa svona myndir en við þurfum bara að færa svolítið til í skematísku myndinni. Og ég veit ekki, það þýðir ekkert að reyna að skoða með, já, hér erum við með 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 allavega. En við þyrftum að raða viðnámunum miklu betur upp á þessa rás. Já, hérna 8. Ok. Þannig að það þyrfti að raða þessu öllu saman miklu betur upp til þess að ná þessu. Bæði að setja viðnáminn á sinn stað og svo framvegis. En þetta bara við komumst upp á lag smám saman með að nota þetta forrit þegar við erum eitthvað rás sem við ætlum að útbúa eða þá er mjög sniðugt að nota þetta tól, þetta freezing, til þess að bæði að geta sýnt hvað við ætlum að gera og eins að geta fært það yfir í prentplötu form. Það ekki tími búinn? Jú, hann nánast búinn og það eina sem við þyrftum að klára varðandi þetta verkefni sem sagt, það bara að, það myndum við gera það næst, það hreinlega að setja inn Arduino kóðan og prófa hvernig hann virkar og síðan að skilgreina eða svara spurningunum segir hérna. Ok, snill. Heyrðu. Takk fyrir tíman, já. Takk í dag. Takk í dag. Er það inni á vídeóinu? Stoppa ég bara upptökuna. Hvað segirðu? Er það inn á vídeóinu hvernig að setja inn Arduino kóðan? Já, það bara að við náum í kóðan úr sem sagt, ég ætla bara að fara stutt í það. Við erum með Arduino kóðan hérna. Skulum sjá, hér erum við með þetta verkefni hérna. Við gerum bara það þannig
að þegar við erum búin að fá freezing myndina, þá tökum við bara þennan kóða hérna. Það er bara hér frá þessum stað hér. Kópíum bara hérna, allt þetta hér, alveg hérna niður að síðasta þessa slöfusjöga hérna. Segjum copy og förum inn í Arduino IDE. Ég held að ég hafi slögt á því. Já, til þess að hérna, ég geti byrjað með nýtt forrit þar sko. Ok, þá bara loka ég þetta smá til þess að ná því að opna það aftur. Opnaði ég bara Arduino og ég segi bara hérna file, bara save til öryggis og file save as. Hérna segir að þetta sé þá bara B og já, ok, save hérna og svo bara tek ég allt þetta sem er hér, eyði því og set kóðan sem ég er með í clipboard hérna. Og þegar ég er búinn að því, þá ætla ég að tékka á því, er þetta allt í lagi? Smelli ég hérna á verify og það virðist vera allt í lagi, sketch-uses, þetta er mörg bætt og svo framvegis og ekkert, engin villu kóði hérna eða neitt. Svo þá er bara næsta skref hjá mér að setja þetta í Arduino brottið og prófa að sjá hvernig þetta virkar. Heyrði, þá skulum við bara segja þetta gott, ég ætla bara að slökkva á upptökunni.